Sest hérna hjá mér Björg Magnúsdóttir, dagskrárgerðarmaður hér á RÚV og Pavel Bartósek, varaþingmaður, fyrrverandi þingmaður Viðreisnar. Velkomin bæði tvö. Björg, ég vildi fá þig hérna því þú skrifaðir grein í blaðið Mannlíf í núna nýliðinni viku, þar sem að þú ert að fjalla þessum reynslu þína og eiginmanns þíns, sem er útlendingur, af því að fá hérna fyrrverandi dvalarleyfi sem endar náttúrulega með því að þið sjáuð ykkur enga aðra kosti færa en að ganga í samt sem áður mjög hamingjuríkt hjónaband. Segðu mér aðeins frá þessu ferli og þetta sem þú skrifum í þessari grein. Sko, já, þetta byrjar sérst á því og ástæðan fyrir því að ég er að fjalla þessi mál og mætt hérna í sjónvarpið er svo að ég bara hef farið í gegnum þetta ferli verandi með sérst kanadískan eiginmann í dag og hef farið í gegnum þetta ferli hvernig það er í rauninni að vera bara kanadískur einstaklingur sem langar að búa á Íslandi. Það eru bara afskaplega takmarkaðir möguleikar fyrir þig í boði og hann er sérst blaðamaður og uppistandari sem er ekki sérfræðikunnátta og túlkast ekki sem slík innan lagana. Þannig að hann er ekki einhver sérfræðingur sem okkur vantar, þannig að eini kosturinn sem við stóðum frammi fyrir rauninni var bara að giftast. Og ég er þarna að rekja sérst í rauninni bara ferlið, þetta er afskaplega flókið og tímafrekt og þú veist, þetta er hálfgert nálar auga. Og ég rauninni bara eiginlega að skrifa þetta vegna þess að ég var í sjokki þegar ég fór í gegnum þetta og því ég alveg tala mig grunaði ekki að þetta væri svona ótrúlega flókið og mikið mál. Og skilaboðin einhvern veginn eru alltaf, þú veist, viltu nokkuð vera að koma, er ekki bara best á sért heima hjá þér, þú veist, fyrir utan EES-svæðið. Þannig að það er svona einhvern veginn mín heildarreynsla og mér finnst það leiðilegt og mér langar bara að segja frá þessu til að vekja fólk kannski til umhugsunar þetta og kannski einmitt fá smá umræðu, það er ekki vera. Nei. Pavel, þú hefur í gegnum tíðina mikið rætt og skrifað innflytjendamál og bara útlendinga á Íslandi og varst náttúrulega mikið í þessum málaflokki á nýliðnu þingi sem þingmaður. Og þú talaði um það að eiga auðvelda fólki að koma hingað frá ríkjum utan evrópska efnahagssvæðisins. Hvaða breytingar eru það sem þarf að ráðast í til þess að gera þetta kerfið aðeins sanngjarnara og kannski auðveldara fyrir fólk að eiga samskipti við? Það er einmitt sko rétt eins og Björg segir og kannski átta sig ekki margir á því hvernig það var leið og við fórum inn í EES, hvað var leið erfiðara fyrir fólk frá löndum utan þess að koma til landsins. Og bara svo við nefnum til að með stað, sko, ég myndi segja að það verður nokkrir hlutir. Í fyrsta lagi þá ættum við að gera það algjörlega meginreglu að öll lögleg dvöl á Íslandi telji inn en svo kallar ótímabundna dvalarrétt sem kallaðist búsetturleyfi einhvern tímann. Það var til dæmis í umræðu í vikunni þessi mál þessara iðnnema. Fólk átta sig ekki einu svona því að jafnvel þótt svo að lögum hefði ekki verið breytt og hún hefði áfram fengið leyfi til að vera á landinu, þá þegar hennar námsferli er lokið, það á hún samkvæmt lögum að fara úr landi og þessi námsdvöl hennar á Íslandi telur ekkert inn í ótímabundið dvalarleyfi. Þannig að þá er hún eftir þann tíma eins og hver annar borgar. Ég myndi segja að við ættum að breyta þessu. En hún er ekki búin að vinna sér inn þann tíma sem hún hefur verið í að... Vegna þess að leyfi vegna náms telur ekki inn í ótímabundið dvalarleyfi. Það gerir það ekki. Ekki heldur leyfi vegna telur leyfi vegna tímabundins skorts og undirbúða núna, eins og það eru annað ákvæðin í þeim lögum sem gera verkum mjög erfitt að fá að vera hér í 4 ár á þennan leyfi. Þannig ég myndi segja í fyrsta lagi þá ættum við að sjá þess að öll svona lögleg dvöl með kannski einhverjum einstaka undantekningum telji inn í þeirra 3-4 ára tímabil sem dugi til þess að fá hér ótímabundið dvalarleyfi. Síðan ættum að fókusa á rétt barna, að segja allir sem eru hér með löglegum hætti geti tekið börn sín með sér. Ég tek dæmi mitt sem dæmi. Pabbi kom hingað til landsins 87 og gat tekið börnin sín með sér sem námsmaður í íslenskunámi. Þetta er ekki mögulegt í dag. En bara eitt innskot með námsmannaleyfi, það er ýmsum skilyrðum háð. Þú veist, þetta var eitthvað sem við skoðum líka bara, þú veist, er þetta skrá manninn í nám, einhvern veginn hægt að finna út úr því. En þá máttu bara vera hérna í ákveðin marga mánuði, þú ert að fara heim á sumrin, heim jólin og þetta er ekki grundvöllur. Mátt vinna 15 tíman á viku. Þetta er ekki grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis. Þannig og bara það einmitt að heyra okkur ótímabundið, tímabundið, lagagrein, þetta er brjálæðislega flókið. Þetta er ekki fyrir venjulegt fólk einhvern veginn bara labbi gegnum með einföldum hætti, já ég skil þetta. Þetta er bara alveg ekki þannig. Þú þarft bara lögmann með þér. Fyrirgefðu Pavel, ég ætla ekki að klippa börnin. Og þetta voru alltaf þessi tveir hlutir voru hlutir sem við lögðum fram sem frumvarp á seinasta kjörtímabili og þriðja atriði sem ég myndi segja væri að fara líta svolítið á þessi sérfræði leyfi og gera það ferli miklu betra, styrkja þau rétt sem hann veita, mörg lönd eins og Frakkland eins og Kanada er að fara þá leið að fólk sem hefur ákveðna menntun geti komið inn og verið í 4 ár og fengið það 4 ára leyfi strax án þess að þurfa að endurnýja ár eftir ár. Því að þeir sem vinna í þessum alþjóðlega geira vita það að samkeppnin fólk er oft ansi hörð og
það bara svolítið erfitt að þurfa að segja, sko, þú getur verið ár og fengið endurnýjun, það er miklu sterkara að geta einhvern veginn komið með sterkari rétt. Svo við nefnum aftur til dæmis iðnnemann, þá eru nokkur lönd, til dæmis Danmörk og Kanada, með svona jákvæðan lista. Við vitum að fólk á ákveðnum fagsviðum, til dæmis við vitum að menntaður kokkur mun ekki eiga nokkrum vandræðum með að verðsjóðnum vinna á Íslandi, sama hvort hann sé sko, með einn atvinnu veitandi með sér núna eða ekki. Þannig að það er algjörlega sjálfsagt að ákveðnum starfsviðum, þar sem við vitum að skorturinn er og verður, þá getur fólk fengið ótímabundið svona varanlegt dvalarleyfi til lengri tíma og það er mörg lönd sem hafa farið þetta með þessum hætti. En það er einmitt bara að grípa örlítið inn í þetta vegna þess að sko þessi sérfræði þekking, þú veist, við fengum þær upplýsingar bara ef hann er, þú sko, heilaskurðlæknir eða sérhæfður forritari eða eitthvað svona sem að íslenskt samfélag bráðvantar, þá er þetta ekkert mál. En það er rosalega þröng þessi glufa fyrir þessa sérfræðinga. Já, og það þarf að auglýsa það á Evrópska efnahagssvæðinu og viðkomandi þarf að vera hæfastur allra þar til þess að það gangi eftir en það er ekkert á vísin að róa með það heldur. Ég þekki það hafandi unnið í háskóla, þar sem reynt var að sækja einmitt slíkt leyfi fyrir háskólafólk frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins og það var fólk sko með doktorsgráðu í raunvísindum og enga síður þurfti að fara gegnum ferla að auglýsa, sko, spurja íslensk stéttarfélög, til einhver sko laus manneskja með doktorspróf í hugbúnaverkfræði á Íslandi sem getur tekið þessa stöðu síðan að auglýsa á Evrópska efnahagssvæðinu, sko. Þannig að þetta kerfi er allt of stíft fyrir þau til. Og er jafnvel bara að valda einmitt skólunum, stofnunum og kannski fyrirtækjum tjóni að þetta sé svona ofboðslega flókið og erfitt og þungt í meðferð? Það gerir það og við vorum nú, bara svo það sé nefnt, það var þessi ríkisstjórn sem nú er að fara frá, hún var með það þingmálaskránni hjá sér að fara að endurskoða þennan kaflarinn í laga atvinnuréttindi útlendinga og átti að leggja fram frumvarp með það næsta vor og ég vona innilega að sú vinna haldi áfram hvaða ríkisstjórn það verður sem tekur við vegna þess að eins og ég segi við fórum gegnum ákveðna endurskoðun á útlendingalögunum svona fyrir 1,5 ári síðan og hún var mörguleyti ágæt en það vantar ennþá að kaflinn sem lýtur á atvinnuréttindum hann er ennþá raun dálítið forneskjulegur. Og eins og staðan er í dag þá er þessi málaflokkur hjá tveimur ráðuneytum. Atvinnuleyfi er inn í félagsmálakerfinu og dvalarleyfi er hjá innanríkisráðuneytinu. Þannig að sko það eru 2 ráðuneyti með þennan málaflokk og þau er ekkert alltaf að spila þesslega vel saman. Og bara því þú spurðir, þú veist, veldur þetta stofnunum og skólum og svona vandræðum, bara hiklaust já. Það er svo margir sem bara nenni ekkert að standa í þessu. Og hvað gerist þá? Nú við fáum ekkert hæfileikaríkt fólk alþjóðlegt vinnuafl. Þetta enda bara þannig að það er bara nonni hérna úr sjoppinu sem sækir að því að þú veist, þetta er ógeðslega mikið vesen að fara velja hina leiðina. Og ég meina, þetta veldur væntanlega ekki bara einmitt opinberum aðilum eða fyrirtækjum tjóni, þetta er rándýrt ferli eins og þú kemur inn á í grunninn. Já, þetta er það og það eru margar ástæður fyrir því, meðal annars svo að sko meðan ferli stendur yfir og það er, ég meina í okkar tilfelli var það kringum 2 ár og það er ekkert, þú veist, óvanalegu tími. En þetta, meðan á ferlinu stendur, þá má viðkomandi bara vera á Íslandi í 3 mánuði senn, svo þarf viðkomandi að fara 3 mánuði fyrir utan EES-svæðið. Svo má viðkomandi koma aftur í 3 mánuði til Íslands og svo framvegis. Og ég meina, þú veist, það bara sér það hver maður að þetta er ekki auðveldasta leiðin til að lifa sínu lífi. Nei, og þú getur ekki unnið með hvorki með dvalarleyfi né kennitölu. Akkurat, þannig að þú ef þú ætlar að vinna, þá verður að vinna svart eða þá vera upp á einhvern annan komin, hvort sem það er hér á Íslandi eða í heimalandiðinu. Þannig að ég meina auðvitað tekur það, þú veist, bara jákvæðan hvata frá þér ákveðið sjálfstæði og bara sjálfstraust. Það eru mjög margir sem tala það, bara þú veist, þú ert alltaf upp á einhvern annan komin og þetta er svona mjög kvíðavaldandi fyrir marga að fara í gegnum þetta sem ég held að skili sér í traustmælingum á Útlendingastofnun. Það er bara því miður fólk lítur til þessar stofnunar, þeir sem hafa farið í gegnum ferli hjá stofnunni líta til hennar með ákveðnum kvíða og neikvæðum hætti. Það er bara staðreynd málsins. Já. Pavel, þú talaði að við setjum í rauninni innflytjendum hérna frekari skorður heldur en nágrannaríkin á nokkrum sviðum og hefur til dæmis talað sko að útlendingar í rauninni upplifi sig ekkert endilega velkomna inn á íslenskan vinnumarkað og kannski einn af ástæðum fyrir því að svona óbúslega mikið af útlendingum hér séu í sjálfstæðum atvinnurekstri og þar samt sem áður mæta þeir einhverjum hindrun. Ég veit ekki hvort ég hef talað að þeir upplifi sig ekki velkomna. Ég held að viðmót Íslendinga gagnvart innflytjendum sé almennt frekar jákvætt. Það sést á reyndar alþjóðlegum mælingum eins og Gallup hefur gert slíka könnun og þá kemur ljós að ekkert land í heiminum
hefur sko meðal almennings jákvæðra viðhorf gagnvart innflytjendum. Það Þetta hefur skila stórbreyst á síðustu árum samt. það hins vegar skila sig ekki í löggjöf. Ég held að okkar viðmót gagnvart innflytjendum sé miklu jákvæðara heldur en okkar löggjöf segir til vegna þess að ef við berum saman löggjöf ólíkra landa, þegar kemur einmitt að því réttinn til að taka börnum með sér, réttinn til að stunda sjálfstæðan atvinnurekstur. Það vita það ekkit margir en útlendingur sem er hérna á tímabundnu dvalarleyfi, hann má ekki greiða sér reikna endurgjald, hann má ekki stunda sjálfstæðan atvinnurekstur. Þannig að það er líka eitthvað sem, þar skerum okkur og svo úr hvað varðar til dæmis Norðurlönd. Sko, hvað stoppar þær breytingar sem liggur fyrir að þarf að gera og hverjir eru á móti þessu og af hverju? Þetta virðist allt svo borðleggjandi sem þið eru að nefna þetta og svona myndi hafa augljósar jákvæðar breytingar á íslenskt samfélag. Sko ég veit í hvað ég vilji benda á einhvern, hins vegar þá hefur verkalýðshreyfingin oftast nær verið sá aðili sem þetta hefur kannski strandað á og breytingar á útlendingalögum seinast sem náðust í gegn með því að pólitíkin tók völdin og nefndin sem starfar á lögunum var pólitísk nefnd. Þannig ég held að það sé kannski ákveðið svona, ég held að viðhorfið innan pólitíkurinn til þessa málaflokks sé þrátt fyrir allt frekar svona jákvætt á meðan það kemur að einstaka kannski stofnunum sem þurfa alltaf að vinna það að vera þessi dýraverðir sem í því hlutverki sem við setjum þeim eða aðilum sem sjáum hagsmuni einstaka hópa. Þar koma kannski sérhagsmunirnir meira fram. Hvað skýrir þetta hjá verkalýðsfélagunum? Er þetta einmitt bara það að passa upp á að Jóni sjoppunni að sé ekki neitt vegið að honum? Ef ég var að setja fram á sanngjarnan hátt, þá er náttúrulega áhyggjur einhvers konar félagslega undirboði að í stað þess að íslenskt launafólk fari í störf, þá getum við frekar haldið launum niðri og með að fá erlend vinnuafl. Ég held að sé sanngjarnasta framsetningin á þessari aðstöðu. Hins vegar er staðan í dag náttúrulega sú að það er gríðarlega skortur á vinnuafli. Það er allstað það sem kemur, hvort sem það er fólk sem er að þrífa, fólk sem er að byggja, fólk sem er að afgreiða hótelum. Þá er þetta oftar en ekki orðnir erlendir ríkisborgarar í dag og það stafar náttúrulega bara fyrst og fremst að því að vantar fólk í þessu störf. Þannig ég held að það hljóti að koma til svona vel til móts við þær áhyggjur. Já, og eru menn ekki í rauninni einhver leið að fara kannski ekki framhjá þessu en samt sem áður ná sér í þetta ódýra vinnuafl hvort heldur sem er í gegnum starfsmannaleigur? Jú, að einhver leyti, svo náttúrulega er þetta mikið til fólk frá löndum Evrópska efnahagssvæðisins. Ég þekki satt að segja ekki tölfræðina á bakvið það neitt nægilega vel, en ég held að eins og segi, miðað við stöðuna á vinnumarkaðnum, þá væri mjög eðlilegt að búa til kerfi það sem fólk frá grænhöfðaeyjum eða löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins gæti komið inn í þessi störf þar sem vantar, án þess að þurfa að fara þessa hælisleitar og mannúðarleið sem er leiðin sem er farið í dag og er sann að sagna allt of dýr fyrir venjulega flutninga fólks milli landa. Björg, rétt í lokin, þú sem leikmaður og með reynslu af þessu, hvað finnst þér þurfa að gera? Sko, hér var nefnt einmitt vinnumarkaðurinn, hann er svona dálítið að vernda íslenska aðila og það er bara gott og vel, það er auðvitað hans hlutverk, en það má deila örlítið hvernig það er gert. Ég verð að nefna sérstaklega Útlendingastofnun. Útlendingastofnun er stofnuð sem útlendingaeftirlitið, deild innan lögreglunar, bara, í stríðinu eða fyrir seinna stríð. Það er grunnurinn sem stofnunin byggir á í dag. Mér, finnst hún vera dálítið mikið að sveigja sig átt að því að vera eftirlitsstofnun, en ekki þjónustustofnun. Ég tel að það þurfi að gera allt þetta ferli mun notendavænna. Fyrir hvern eru starfsmenn Útlendingastofnunar að vinna? Eru þeir að vinna fyrir kerfið, embættismenn, eða eru þeir að vinna fyrir þá sem sannarlega þurfa á þjónustu þeirra að halda? Þannig að, Takk hérlega fyrir komuna bæði tvö. Við höfum þetta ekki lengra sinni og verðum hérna aftur í næstu viku. Takk fyrir í dag.